Ég þakka Frúði fyrir bara flott erindi. En þá komið að Ingibjörgu Einarsdóttur. Hún ætlar að ljúka þessu hér í dag og svara spurningunni. Að reyna að svara, sá hann. Já, hvað gerist þegar að frumkvæðarnir hverfa? Svo setja glæruna hérna. Hverfa. Stóra upplestarkeppnin á sér langa sögu eins og komið hefur hér fram í dag. Það alltaf gaman að rifja upp þróun þessa verkefni sem hófst í Hafnarfirði árið 1996. Að frumkvæði fólks sem hefði brennandi áhuga á að efla viðgang og vöxt íslenskrar tungu, en keppnin hefur ekki verið skilgreind opinberlega sem hluti af verksviði skólayfirvalda. Upplestarkeppni ekki keppni í venjulegum skilningi, heldur þróunarverkefni sem leið stuðningur við markmið aðalnámskrár í móðurmálskennslu. Höfuðáherslan hefur alla tíð verið lögð á bekkjarstarfið og að allir nemendur njóti góðs af. Árið 2004 fékk ráðuneytið Háskólann á Akureyri til að gera úttekt á verkefninu og skýrslan aðgengileg á vef ráðuneytisins. Það voru ánægjulegar niðurstöður sem birtust þar, en það sem vakti ef til vill mesta athygli var að allir kennarar töldu verkefnið auka og styrkja sjálfstraust nemenda og virðingu þeirra fyrir móðurmálinu. Ég man líka að það vakti athygli þeirra sem stóð að úttektinni að við skyldum leggja mikla áherslu á að stjórnendur skólamála og sveitarfélagana mættu á hátíðarnar. En við töldum og teljum enn að það sé bara sjálfsagt að vekja athygli á því sem vel gert í grunnskólum landsins. Verkefni gengur út á að lesa upp sjálfum sér og öðrum til ánægju og þá líka gaman að bjóða gestum til að njóta. Mjög víða hefur líka skapast svo hefð að bæjarstjórar mæta og flytja ávarp og gaman að geta þess hér að forsetinn okkar hefur alltaf verið boðinn á hátíðarnar í Hafnarfirði og nær alltaf mætt. Við sem höfum staðið að verkefninu frá byrjun höfðum í mörg ár rætt framtíð verkefnisins og hvað væri nú best að gera í ljósi þess að við yrðum ekki endalaust við stjórnvölinn. En það þarf enginn að halda að við höfum flanað að neinu. Það voru satt að segja ekki margir valkostir. En þegar ákveðið var að senda barnið að heiman, eins og oft sagt, þá stefndum við að því að sennilega væru 25 árin góð tímamót. Niðurstaðan var samt svo að við treystum sveitarfélögunum best til að taka við barninu, því að þar hafði verkefni dafnað og þroskast. Við vorum búin að vera í góðu sambandi við umsjónarmenn með verkefninu í hverju sveitarfélagi fyrir sig og strax í upphafi 25. ársins gerðum við grein fyrir því að nú væru raddir að reka verkefnið í síðasta sinn. Veggspjaldið sem sent var út væri það síðasta og allt annað sem væri miðlagt eins og lesefni, verðlaun og verðlaunarskjöl, svo dæmi séu tekin. Við ákváðum strax í samvinnu við Hafnarfjarðarbæ að heimasíðan yrði áfram opin fyrir alla og þar að finna handbókina góðu sem var til á fyrstu árunum sem Baldur tók saman og alger biblía. Þar líka lesefni fyrir ára og alveg sjálfsagt að nota það því hver segir það megi ekki lesa aftur ljóð eftir Kristján frá Djúpalæk eða texta Guðrúnar Helgadóttur. Því alltaf koma nýir nemendur. Þar líka kennslumyndband og heimildarmynd keppnina, svo dæmi séu tekin. En því var ekki að neita að við vorum með smá kvíðahnút í maganum við þessi tímamót og fulltrúi okkar í ráðuneytinu var nú heldur ekki alveg sáttur. En við höfum öll árin átt í mjög góðum samskiptum við ráðuneyti mennta- og barnamála og nú voru málin rædd með framtíðina í huga. Það var öllum ljóst að ekkert þróunarverkefni hefur lifað jafn lengi í grunnskólum landsins og stóra upplestarkeppnin og hefur verkefni náð til allra nemenda í 7. bekk ár hvert sem mjög sérstakt. En þá kom Guðni Olgeirsson með þá snilldar hugmynd
að ráðuneyti myndi styrkja okkur áfram í 1 ár til að styðja við sveitarfélögin og veita þeim ráðgjöf við yfirfærsluna og kom það í minn hlut að sinna þeirri ráðgjöf. Við ákváðum líka eða óskaði það eftir formennsku í dómnefnd á lokahátíð, þá verið það hluti af styrknum. En það var líka innifalið í styrknum að halda málþing, eins og ég gat fyrr, og í fyrstu ætluðum við að halda þingi síðastliðið vor, en sáum að það væri betra að hittast þegar skólaárið hefði verið gert upp. Með bréfi til sveitarfélagana síðastliðið haust var óskað eftir upplýsingum hvort haldið yrði áfram með stóru upplestarkeppnina í viðkomandi héraði og leið hvatt til þess að setja verkefni formlega á degi íslenskrar tungu þann 16. nóvember. Það er skemmst frá því að segja að nær öll sveitarfélögin svöruðu og sögðust halda áfram með verkefnið. Nokkrum vikum síðar kom í ljós að margir voru að uppgötva að fram til þessa dags höfðu þeir fengið allt upp í hendurnar og hvað nú. Og þá uppgötvaði ég að fólk les frekar illa bréf sem það fær. Einn góður vinur minn sagði eitt sinn að fólk læsi aldrei nema 7 fyrstu línurnar í slíkum bréfum. Ég trúði honum alls ekki. En sennilega hafði hann rétt fyrir sér. Það stóð nefnilega allt í þessum bréfum og það átti ekkert að koma fólki á óvart. Svo setti COVID líka strik í reikningin svo allt var aðeins snúnara. En niðurstaðan var samt svo að haldnar voru 29 lokahátíðir allt land og beðið var formann dómnefndar frá Röddum á nokkuð margar hátíðir. Á þessu ári sem fyrr var ég í góðu sambandi við umsjónarmenn allt land og fór á fundi með kennsluráðgjöfum og fólki sem tók að sér að taka saman lesefni. Mér fannst þetta skemmtilegt og eins og alltaf ánægjulegt að hitta áhugasamt fagfólk. En mér fannst þeir sumir áhyggjufullir og daprir yfir því að við værum að sleppa hendina af verkefninu. Og sumir spurðu, hvernig datt ykkur í hug að hætta? Þetta er besta verkefni sem hefur komið í grunnskólan og má bara ekki detta út. Fyrir mörgum árum síðan satt ég þing Delta Kappa Gamma samtaka kvenna í fræðslustörfum og hlustaði þar á frábæran fyrirlestur sem Jón Torfi Jónasson, fyrrverandi forseti Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, flutti. Mér er margt minnisstætt úr þeim fyrirlestri því að þar ræddi hann þróunarverkefni í skólum sem byggðust gjarnan á áhugasömum kennurum. En svo kannski hætta þessi kennarar og hvað gerist þá? Hann vitnaði í nokkrar amerískar rannsóknir sem sýndu að sum verkefni deyja leið og þessi áhugasami kennari hættir. Mörg þeirra lifa í 3 ár og fá aðeins lengur. Svo vitnaði hann í verkefni okkar og sagði eitthvað á þá leið. Hvað gerist þegar þeir sem reka stóru upplestarkeppnina hætta? Já, hvað gerist nú? Getum við verið alveg róleg og talið að verkefni lifi áfram góðu lífi? Ég vona það svo sannarlega, en það gerist ekki alveg að sjálfu sér. Ég ákvað að setja spurningu við erindi mitt eða hvað gerist þegar frumkvöðlarnir hverfa. Vitum við svarið? Ég gæti giskað, en næstum öruggt að ég hef ekki rétt svar. Það eru blikur á lofti, því er ekki að neita. En eftir síðastliðið skólaár og eftir að hlusta hér á fulltrúa sveitarfélagana, þá hef ég séð að sum sveitarfélög hafa strax sett verkefnið í farveg og það er frábært. Flest ef ekki öll eru komið með læsistefnu og leið og verkefnið er komið þar inn er minni hætta á að verkefni deyi. Ég hef aftur á móti miklar áhyggjur af því að verkefni lifi stutt ef yfirmenn skólamála í hverju sveitarfélagi setja verkefni bara í hendur skólana og það sé engin umsjón eða eftirfylgni frá hendi yfirmanna. Það getur gengið að skipta umsjón með lokahátíð á milli skóla, en ég sé ekki fyrir mér að skipta allri umsjóninni og undirbúningi verkefnisins á skólana. Það er líka slæmt ef skólayfirvöld missa yfirsýn. En sveitarfélög geta líka sameinast ákveðna þætti og í síðustu viku heyrði ég til dæmis að einhver sveitarfélög ætla að sameinast val og lesefni og það er ein leið. Raddir halda áfram að reka litlu upplestarkeppnina í 4. bekk, yndislegt verkefni sem nær til allra í hópnum, talkór mikið notaður og allir koma fram á lokahátíð og allir fá viðurkenningu.
Á síðasta skólaári tóku rúmlega 3000 nemendur þátt. Þannig að við verðum áfram í sambandi við sveitarfélögin varðandi litlu upplestarkeppnina og getum alveg svarað ýmsum spurningum varðandi upplestarkeppni í 7. bekk. Við lögðum til við flutning á verkefninu að nú myndi sveitarfélögin finna nýtt nafn á keppnina og héldum að leið væri verið að tengja hana hverju sveitarfélagi enn frekar. En við sáum þetta gekk ekki alveg upp. Stóru upplestarkeppnina þekkja allir og þó svo keppnin hafi fengið nokkur góð nöfn þá tala bara allir stóru upplestarkeppnina. Svo stjórn Radda ákvað að gefa eftir. Allir mega nota nafnið en tengja það sínu sveitarfélagi og sem dæmis ég tekið þá væri það stóra upplestarkeppnin í Reykjanesbæ til dæmis. Vinningshafar í keppninni hafa oft verið fengnir til að koma fram við hátíðleg tækifæri og flytja ljóð og texta. Ég gæti nefnt marga viðburði en hæst stendur flutningur Passíusálma í Hallgrímskirkju en listvinafélag kirkjunnar fór þess tvívegis á leit við raddir að fá verðlaunahafa til að lesa sálmana upp á föstudaginn langa. Við urðum að sjálfsögðu við þeirri beiðni, lesara brugðust vel við og fulltrúar Radda tóku að sér þjálfun. Í seinna skipti tók Ríkisútvarpið lesturinn upp og ári síðar hljómuðu raddir þessara ungu listamanna á öldum ljósvakans á páskaföstu. Einkunnarorð keppninnar hafa frá byrjun verið vandvirkni, virðing og ánægja. Sé horft tilbaka þá eiga þessi einkunnarorð einstaklega vel við, því að það sem einkennir bæði framkomu nemenda á hátíðum og viðbrögð allra sem koma að verkefninu í sinni heimabyggð endurspegla þessi einkunnarorð. Það er svo mikil virðing sem fylgir keppninni að það má til dæmis bara klappa á ákveðnum stöðum á hátíðinni, það má ekki hrópa og kalla og það dettur bara engum í hug að breyta því eða yfir höfuð formi á hátíðunum. Frá upphafi hafa skólaskrifstofur veitt keppninni brautargengi í sínu umdæmi og lagt henni ómetanlegt lið. En sjálft uppeldisstarfið, ræktun upplestrarins, hefur og mun hvíla á kennurunum. Það hafa svo margir stutt við verkefni í gegnum árin og væri of langt mál að telja alla upp, en mig langar samt að lokum að nefna nokkra. Þar ber fyrst að nefna ráðuneytið sem hefur frá byrjun stutt okkur dyggilega og veitt okkur sérstaka viðurkenningu árið 2000. Verkefni hefur tvisvar fengið foreldraverðlaun heimilis og skóla og það metum við mikils. Meðan sparisjóðirnir voru til, þá bara sáu þeir verðlaunin. Og Barnavinafélagi Sumargjöf hefur stutt okkur alla tíð og Félagi íslenskra bókaútgefenda hefur í 13 ár látið sérprenta verðlaunabækur. Og síðast en ekki síst vil ég nefna skólaskrifstofu Hafnarfjarðar sem hefur alla tíð stutt okkur dyggilega og í Hafnarfirði vagga þessa verkefnis. En ráðherrar hafa komið og farið, en við eigum alltaf sama vininn í ráðuneytinu. Hann heitir Guðni Olgeirsson og það hefur verið alveg einstakt að eiga hann að og finna alltaf velvilja hans og áhuga fyrir verkefninu. En Guðni Olgeirsson átti náttúrulega að fá þessi blóm og bækur, en hann bara veikur heima, því miður. Þannig að ég ætlaði að biðja ráðherrann að taka þetta til hans, en hann sagði, viltu ekki bara koma í ráðuneyti þegar hann er orðinn frískur, færa honum blóm og bækur og ég skal halda kaffiboð. Þannig að við sendum Guðna bara kærar kveðjur, en hann má vita það að við berum hlýjan hug til hans, bestu þakkir bara fyrir það upplestarkeppnina stór og litlu og allt það sem hann hefur þá bara gert leið fyrir ungmenni landsins. En takk fyrir mig og nú erum við eftir að njóta hér veikinda. Kærar þakkir, Ingibjörg. En ég vil þakka þeim sem hér hafa komið fram fyrir áhugaverð erindi og ykkur hinum kærlega fyrir komuna. Og ég ætla að bjóða ykkur að þiggja veitingar hérna frammi og bara endilega áður en þið haldið heim á leið. Bara takk fyrir í dag.